Já, hér eru komin í Audi e-tron 50 bíl. Þeir koma aðallega í tveimur útvarslum, 50 eða 55, og þessi bíl sem við erum á hér er 50 bíl og munurinn felst í rafhlöðu og drægni og síðan eru náttúrulega týpur innan þessara 50 og 55 gerða sem eru með mismunandi aukabúnaði. En varðandi þessa bíla þá erum við að tala um bíla eins og Audi e-tron, við erum að bera þá saman við Jaguar I-Pace eða þá Mercedes-Benz EQC og ég var að segja það að við erum alveg rosalega hrifnir af þessum bíl. Þetta er alveg meiriháttar bíl. Nú, ef við skoðum aðeins performansin í þessum bílum, 55 bílinn, þá er hann að koma með 300 kilowatta afli sem að togar 664 Nm og þá er hann að gefa rúmlega 400 hestöfl eða 402 hestöfl. Rafhlaðan hún er 95 kilowattstundir og það þýðir að þú ert að hlaða svona bíl undir 1000 kalli fyrir fulla hleðslu og þú átt að komast alltaf 436 km á þessari hleðslu. Það er slatti og ekki dýrt. Svo er það 50 bílinn, hann er með 230 kW afli sem að togar 540 Nm og er að gefa reyndar 100 hestöflum minna eða 336 hestöfl og hann er að komast 336 km samkvæmt Vaffelti-pistalinum að lágmarki. Er það ekki í flestum tilfellum nóg fyrir borgarbúa í Reykjavík? Nú, það er ekkert mál að ferðast út um all land á svona bíl því að það eru konar hleðslustöðar út um all land. En 90% á notkunni fer náttúrulega fram hér í Reykjavík og því er mjög auðvelt orðið að vera á rafmagnsbíl í Reykjavík og nær sveitum ef að svo má orðið komast. Hann er að skila 308 hestöflum þessi bíl, 50 bílinn, og þetta er sá bíl sem við erum að prófa hérna, 50 bílinn, og það er alveg yfirdrifið afl í þessu, alveg yfirdrifið afl. Miðað við það að hafa prófað til dæmis Mercedes-Benz EQC, þá er hröðunin, byrjunarhröðunin kannski aðeins meiri í EQC bílnum, en allt kerfi í þessum bíl er til okkar gulla mun öflugra og mjög þægilegt við að eiga. Já, við erum með ansi gott upplýsingakerfi í þessum bíl og það er allt stafrænt hérna, það er stafræni skjáur hérna sem að segja okkur til um hvað bílinn er að gera hverju sinni og það er að breyta hérna útlitinu á skjánu hér þannig að maður hafi hérna leiðsögukortið alveg 100% fyrir framan sig meðan maður er að keyra og það er hérna megin líka og hér eru allskyns kerfi sem að bílinn býður upp á eins og til dæmis hérna getum við farið og skoðað hérna service settingið og fengið upplýsingar hérna til dæmis verksmiðjunúmerið og hvað eru margir lyklar fyrir þennan bíl og ef við förum til dæmis í navigationi hérna aftur og þá er alveg hægt að stilla það alveg fram og tilbaka. Hérna getum við valið voice guidance, við getum valið map settings og við getum valið til dæmis hérna nætustillingu og þá verður þetta með dökku yfirliti að sjá fara í navigationi hérna og tilbaka og þá erum við komið með dökkan skjá sem er miklu þægilegri þegar maður er að keyra að nóttu til eða kvöldi. Nú hérna fyrir neðan erum við síðan með miðstöðuna og það er mjög auðvelt að stilla hana hérna. Það er hægt að synka miðstöðuna saman þannig að hún sé þessi tvöfalda loftkæling sé eins báðum megin. Það er hægt að mjög auðvelt að hækka og lækka og þetta hérna, þetta er svona
hvað maður segja, maður hvílir höndina hér á til þess að ná betri touchi á skjáinn, en við getum alveg tekið undir það að það ekki takkar hérna til þess að hækka og lækka í miðstöðinni sem að getur verið galli, og það bara einn takki til þess að setja hita á stýrið, og hérna getum við sett hitan á sætið og dregið hann niður. Það sama í öðrum bílum frá samstöpunni, að þú byrjar á hæsta og smellir svo nokkur sem til þess að minnka hitan. Og hérna getur maður bara slökkt á skjánum þannig að það sé ekki að trufla mann í akstri að kvöldi til eða nóttu til. Og hér síðan hægt að smella á hérna skiptingu á skjánum og fer hérna í til dæmis home takkan, og þá getur þú skrifað hérna, sjáðu. P E T U R. Og þá erum við komin hérna í Pétursborg, 31 km hérna frá, hún á Ránargötu, og já, hefur að fara þangað kannski, segir svona. Allavega, þá þetta system í bílnum mjög þægilegt til þess að nota sem hjálpatæki. Og hér getum við valið aksturstillingar, og ef við ýtum á þennan róa hér, þá sjáum við hvað aksturstillingar við getum valið eins og off-road, all-road, efficiency, comfort, auto, dynamic og svo individual. Og ef við veljum dynamic, þá getum við valið líka hvernig við viljum hafa bílinn stiltan með loftbúðafjöðruninni. Við getum hækkað hann og við getum lækkað hann, og það getur skipt máli hvað við veljum til þess að bílinn sé í sem þægilegastri stillingu þegar við erum að keyra í mismunandi aðstæðum. Og ef við förum hérna í individual, þá getum við stilt sem sagt ökukerfið eftir, nú hann að lækka sig, drive system efficient, balance eða dynamic, og það hægt að stilla síðan fjöðrunina eins, og það 3 möguleikar á stillingu þar og stýrinu líka. Þannig að við getum stilt bílinn mjög vel fyrir þann akstursmáta sem við erum að nota hverju sinni. Við förum ekkert í bætifloka með það frábært að keyra Audi e-tron 50, hann alveg meiri háttar, hvað maður að segja, hann stinnur. Og þetta stilla fjöðruna og þessu bara nánast eins og manni langar til. Og þegar við vorum að sækja hann á hana, þá sagði einmitt sölumaður við mig, þú getur bara pantað þennan bíl nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Þú getur skraddara saumað þennan bíl algjörlega að þér. Þú fengi allan þann búnað sem þú vilt, sem að þú tilur henta þér, og pantaði hann þannig. Og þessi bíll sem við erum að keyra hérna núna, hann kostar 9.140.000, og hann ef þú tekur allt skrautið með það, þá ertu komin í tæpar 15 milljónir með bílinn, eða 14 milljónir. Nú, aksturs eiginleikarnir eru frábæri. Þetta náttúrulega Audi. Við erum búin að vera að þvælast á þessum bíl núna hérna á 3. tíma, og það alveg sama hvað við gerum, hvort við erum að keyra hann rólega eða gefum í, eins og til dæmis hérna í leggan inn í beygjuna á svolítið hraða, og þá, þú veist, hann leggst vel í beygjuna hérna og skríður ekki neitt, hann tekur hornin mjög vel, og hann bara alveg frábær í akstri, þessi bíl. Því verður ekki neitt. Audi e-tron 50 alveg að skora fullt hús stiga hérna á þeim sem situr undir stýri hér og nú. Og við Gulli erum báðir sammála því að þetta
afskaplega solid bíll að öllu leyti, hann mjög vel byggður, mjög vel frá öllu gengið hérna, það allt mjög vandað það sem hérna inni í innréttingunni og eins og ég var að segja á hana þá geturðu klæðskera sauma bílinn að þínum þörfum eða eins og þeir langar að hafa hann